Góða kvöldið, Grétar Mar heiti ég og við erum mættir hérna í Sjávarútvegsspjall. Með mér er Ólafur Jónsson, Óli Ufsi, togaraskipstjóri til margra ára og gestur okkar Óla er í kvöld Björn Ólafsson. Björn er fæddur og uppalinn í Keflavík en svo við byrjum bara á þér Björn. Hver eru þín kynni af sjávarútvegi? Það er bara hefst bara leið og maður getur farið að labba sko. Já. Það má koma inn og bryggja það niður í fjörið og stökka milli báta og var þar öllum stundum. Já. Og þannig að þetta er svona bara búið að fylgja manni frá því maður var bara polli. Já. Maður var komin út að sjó og trúiðinu fæstir sko, en ég var komin út að sjó 10 ára með pappa sko. Já, pappiðin var Ólafur Björnsson, skipstjóri. Mamma dóð því ég var 9 ára, 8 ára. Já. Og þetta var náttúrulega alveg tilvalið að passa barnið bara út. Og það er eitthvað í dag sko. En þá var hann á Baldri. Já, þá var hann skipstjóri á Baldri. Sem var á Snurvoð í Faxaflóa. Já, þetta er 1966. 67. Þá voru leyfðar Snurvoða veiðar í Faxaflóa. Já. Og ég náttúrulega bara elst upp við þetta og sem sagt fer að vinna við þetta löngu áður en að maður átti líklega að fara að vinna við þetta. Já. En ég hafði ofboðslegan áhuga á, sérstaklega sem, þú veist, ég var alltaf niður í fjöru eða niður á bryggju eða út í bátum og spáði voðalega mikið í svona marflær og allt þetta dóta allt saman, sko, og náttúrulega veiða. Við vorum náttúrulega veiða niður á bryggju og einmitt með stufsa náttúrulega, en sko höfnin var eins og manns kannski í Keflavík, hún var full af fiski sko. Já. Ég meina, það var koli, það var marhnútur. Var náttúrulega frá reynsli, frá bræðslunni. Já, stutt að vera að selja aflan í Guanói sko. Já, og frá reynsli, frá bræðslunni hjálpaði til við það að Ufsi sótti og fiskur í fjöruna. Já, þetta var mjög líflegt sko. Já. En þú veist, á þessum tíma þá gekk loðna inn í höfninu og meira segja, ég man vel eftir, þú kannski líka, man þegar fylltist að smokkfisk og svona. Já. Það var einhver tíma þarna á milli 1960 og 70. Já. En núna sko, eins og ég sagði sko, það er meiri líku til þess að maður finni ryðguðu gjörðina sem maður notaði til að háa upp ufsan heldur en að sjá fisk í höfninni sko. Það er óbúslega breyting. Reyndar fyrir 3-4 árum síðan þá kom makríll aðeins inn í höfnina og menn voru að veiða bara við bryggjuna. En þarna voru trillugallandi, þú veist að nótarefla ná sér í loðnu. Já, beitu. Gullþór og fleiri bátar úr Keflavík voru að fiski beitu loðnu fyrir línubátana. Þetta er óbúslega breyting, sko. Það er náttúrulega ekki, ég meina þú finnur alltaf bátuhöfnina lengur, sko, hvað það var. Nei, það var nú góðu Keflvíkingur, Rúnar Júlíusson, sem sagði einhvern tímann þannig að það hefði verið 1970 hefði verið 100 bátar í Keflavíkurhöfn. Já. Og 2 menn í Sparisjónum. Nú væru 100 manns í Sparisjónum en 2 bátar. 2 bátar, já. Nákvæmlega. Þetta var nú dálítið hlegið þessu en svo var þetta bara tilfelli. Já, nákvæmlega. Þetta var þannig. Svolítið sorglegt. Já. Nei, og síðan held ég bara áfram mínu striki og fyrir að vinna í fiski og svo fer ég og læri þarna í tækniskólanum. Ég fyrst í menntaskóla og svo í tækniskólan og læri Fisktækni þá, útgerðartækni. Já. Og í millitíðinu var ég náttúrulega reyndi að vera sem mest út á sjó og svo þess og náði svo að vera meðan ég var að læra á Bjarnasæm á sumrin. Já, hjá Hafró.
og en ég var óbúslega þú veist, komst í svo margt sko á þannig í eitthvað sem kannski er miklu erfiðar í dag. Þú hoppar ekkert á bát eða báta sem er á öllum þessum veðarfærum, eða þú veist, hoppar ekki á milli þeirra snurru og troll, humar, rækju, net og línu og þú veist, það fá ekki allir að taka þátt í því. Upplifa það, Nei. Ekki í dag. Nei, það er ekki slegist hver pláss. Jú, og svo hefur náttúrulega tækifærum til sjórs hefur fækkað svo og minnkað svo á meðan við það sem áður var. Já. Þegar vantaði alltaf menn á báta meira og minna. Það var vöntun á mannskap. Já. Sum árin voru við að flytja inn 4-5 færing á hvert bát. Já, það var alltaf færingar í okkur. Og svo ekki bara það, þegar færingarnir hætti að koma, að þá einhverja vertíðar, 2-3 vertíðar voru við með grænlendinga. Já. Og það var verkfall á dekkinu hjá þeim eða þeir fengu nísu, því þeir fóru með hann aftur raskat og átana, drukku blóður úr því. Já. Þannig að það hefur ýmislegt gengið á. Já. Og þannig að þetta er nú svona, en sko, ástæðan fyrir ég fer svo að skipta mér ef svo má segja að mér bara blöskraði sko það sem ég gerði, ég svona átt smá heilsubresta sko, en hafði óbúslegan tíma til að lesa. Já. Að ég hellti mér ég downloadaði eiginlega öllum skýrslum sem Hafró hefur gefið út. Já, og það er nú ekkert fór smátt að í. leggjast yfir alveg síðan sko 1960, náttúrulega nýjustu skýrslunar að vita eru síðan 78 held ég, og fór bara að lesa þær og liggi yfir þeim aðeins svona. Já. Og svo fór ég Hagstofun, þú veist bara þetta var bara í tóku þess svona eins og maður væri að taka lokaverkefni í skólanum í gamla dag. Já. Og eftir sem las meira því bara meira hristi í hausinn sko. Já, þú ert ekki einn það. Ekki það sko, ég ætli ekki mönnur hjá Hafró, ég meina þetta er hljóta að vera mjög fær starfsfólk og flinki vísindamenn. Já. En það er eitthvað sko, í þessi 40 ár sem við erum búin að vera að djöflast við þetta, kvotan og við fiskveiðistjórnun, það segir sér sjálf, það er eitthvað að þegar fer allt í skrúna og gengur allt í hinn áttina. Já sko, við erum búin að kvótabinda yfir 20 tegundir sem eru orðnar kvótabundnar og allar tegundir sem hafa verið kvótabundnar, það hefur síið á ógæfu hliðina með allar þessar kvótategundir. Og við erum í sumum tilfellum bara að veiða náttúrulega ekki neitt eins og lúðu, núna loðnu má segja við séum ekkert að veiða, humar og rækju erum við ekkert að veiða eða sáralítið að rækju og ekkert af humri og þá er maður að velta sko samspilinu á lífríkinu. Erum við að fríða þorsk of mikið og hann er að halda hugsanlega loðnu, humar og rækju í lágmarki af því að hann þarf að borða. Já, hann þarf að éta mikið. Já, og þetta 1.000.000 tonna stofn er kannski að éta 1% af sjálfum sér af þyngd sinni á hverjum degi. Já, sko, Já, þetta er nefnilega allt eitt kerfi. Sko. Þetta er allt eitt kerfi. Ég held maður geta ekki tekið, þú veist, breytstofn útur og kent honum að þetta sé svona út af einhverju, þú veist. Þetta harmonerar allt saman. Og þetta sem kynnti mig meira loðnu og svoleið, sko. Því minna skildi ég af hverju væri verið að ganga svona hart fram. Sko, sem við vilja hengja þetta saman að það sé svona lítið loðna því það sé svona mikill þorskur eða öfugt og þetta sé allt samspil milli þessar tveggja tegunda sem er náttúrulega alveg fjarri lagi. Nei, það er alls ekki svoleiðis. Og í grunninn þá náttúrulega vitum við ekkert hvað er mikið af hverju fyrir sig. Þetta er allt mælingar sko. Já.
og handahófsmælingar mjög ónákvæmar. Ítrekað komið fram að það var ekkert að marka mælingarnar. Og þetta bara stendur í skýrslum Hafró, það er skeikað 300.000 tonnum, 500.000 tonnum, þú veist, og það eru kallað til sérfræðingar. Bara eitt ári 500-600.000 tonna. Já, það fundist, við vorum bara ekki til, bara reikniskekkja. Týndust. Það var bara reikniskekkja þetta eru mjög flókna formúli sem er notað ef við kynniðu þær. Við deildum strax á þetta rall, togararall, hvað það væri ónákvæmt og gæti sjálfum sér ekki gefið neina vísbendingu það sem var að ske, af því að þarna það var ekkert hlustað á sjómenn þegar þessir mæliblettir voru ákveðnir, ekkert hlustað á sjómenn, það var ekkert farið eftir veðri og straumum, það skilur hvaða tíma dags eða neitt, skilur maður sá, sjómaðurinn sá strax að þetta gat ekki gengið, og síðan lendir þetta í þessum, það var alltaf verið að selja kvótakerfi hétta, þegar utanríkisráðherra var að fara í heimsóknir á sýningar, til dæmis í Seattle, þeir komu þarna í Seattle, ég var þá í Seattle, og þá voru þeir að selja kvótakerfi, þá voru þeir að skýra fyrir þeim í bakherbergjum hvernig þeir getu veðsett kvótan og allt þetta, en aðalmáli var að fá alla til þess að leggja blessun sína yfir þetta. Já, og taka þetta upp helst, og þeir gerðu það þarna Nóa, Hafró þeirra Bandaríkjamanna, tók upp þetta rall. Eftir 2 ár kostuðu þeir þessu frá sér og sögðu þetta togararall, það gefur í besta falli mjög villandi upplýsingar, og þeir hentu þessu. Nú saman gerðu Færeyingarnir. Færeyingar tóku okkar kerfi, notuðu það í 1,5 ár og þá hættuðu þeir sem ekki vilja henda fiski út af brottkasti. Þeir flokkuðu fiskin. Það er náttúrulega sjálfsögðu. En þetta Nóa, þetta er vísindastofnun sem hefur tengingar í alla vísindastofnanir í skólunum, háskólunum í Bandaríkjunum. Skilur þetta er geysilega öflugt batteri og á fleiri skip og ég veit ekki hvað og hvað. Þeir hentu þessu svona og niðurstaða þeirra var sú að það þarf 1.000.000 hlutir að ganga upp til þess að við getum sagt fyrir fisk á morgun. Já, maður finnst þetta einhvern veginn sjálfur bara make neitt sens. Það er selta sjávar, þetta er hiti og það skilur að þeir þykjast geta gert þetta með þessu togararalli. Þetta er alveg út úr korti að þetta sé hægt. Við sögðum þetta strax, þetta 85, 6 og 7, þá sögðum við þetta strax og maður horfði á það að koma og eyða tíma á blettum sem aldrei hefur sést fiskur, skilurðu. Og þú ert 3-4 mílur í burtu og ert að mókfiska. Og svo fara þeir bara í burtu og þá eru búin að ágreiða þetta, það er engin fiskur hér. En þeir hafa verið að setja ýmsar breytur inn í togararallið til að leiðrétta það. Uppi staðan eru sömu gömlu togin og voru fyrir 40 árum. Já, þeir byrju ykkur starf á núllinu, ykkur starf er fyrsta togið. En það voru að ráðgjöf sjómanna að hluta þegar þetta var sett á fyrir 40 árum. Þá voru skipstjórar hafið með ráðum í ákveðnum tilfellum. með tókslóðir. Þetta voru 3 mílur eða 3,5 míla og þeir voru að toga þetta á klukkutíma eða eitthvað svoleiðis þessa línu og hífðu svo, en þeir voru ekkert að taka tillit til veðurs eða ætis eða neitt hýta skil eða annað. Það var bara sama strikið ár eftir ár og
á sama tíma kannski, jafnvel á sama tíma, en þá bara straumur, það hástreymi, það lástreymi, skilur, akkur fara þá ekki á strauminn, skilur. Við skulum taka þetta svæði alltaf 3 daga í stærsta straum, skilur. Nei, þetta allt hundsað. Náttúran alveg hundsuð í þessu. Já, við nú allir eins og þeir sem hafa verið snurru og þú getur verið að kasta allan daginn og ekki fengið neitt svo á liggjandanum að þá bara á voðum full. Já, nákvæmlega. Þetta svoleiðis. Og þú ert að veiða bara við Reykjanesið á öllum, hvort sem það eru togslóðir eða í net eða annað. Þú ert bara í mókfiskir á réttu falli og réttum tíma við réttar aðstæður, en svo ekkert þess á milli. Nei, þetta en maður ofta að velta fyrir sér hvað hægt að gera núna til að opna augu manna fyrir þessu. Hvað þarf til þess? Það það sem maður að velta vöngum yfir. Þeir sem ber ábyrgðan og pólitíkus verða náttúrulega bara ranga við sér, sko. Já, þeir láta Hafró bara ráðgjöfuna alfarið bara. Það búið að vera það nánast í 35 til hátt í 40 ár. En Hafró ber enga ábyrgð. Nei. Ekki neina, það ráðherra sem... Þorsteinn Pálsson sem þegar hann sjávarútvegsráðherra. Þá það hann sem segir, ég ætla bara að fara eftir ráðgjöf. Skilur, þá vor Hafró, hvað eftir hann að búið að vera að deila á ráðherrana, að fara ekki eftir sínum vísindalegu ráðgjöf. Því, sko. Og á endanum þá segir hann þetta og síðan hafa allir sjávarútvegsráðherrar fylgt þeirri reglu að það bara Hafró sem ákveður þetta. Við getum farið af því að við vorum nú í skal ég segja þér, í skrafdagakerfinu. Já. Þá var þetta þannig að það voru skipstjórafundir áramót. Þar sem skipstjórar, Hafrómenn og einn ritari frá ráðuneytinu sem komu saman, hringir í kringum landið. Kannski 10-15 manns, 20 manns á hverjum stað sem komu saman og þar voru þessi mál rædd og á grunni þessara funda tóku þeir ráðherrar ákvörðun dagafjöldan sem voru þessi dagafjöldar í staðinni eða kvóta og þau tóku ákvörðun það átt að hafa fleiri stoppdaga hvort að ætti að fjölga dögum eða fækka fjölga þorstum og svona og þarna hlustuðu allir á alla þarna sátum við borða þetta var bara rætt til þaula þetta var ábyrgðarmiklir fundir þetta var ekkert grín en þetta hættir allt með kvótakerfinu. Engar svona samráð, ekkert samráð meira. Þetta byrjaði raunverulega að hætta þetta samráð af einhverju viti eftir að Matthías Bjarnason 78 hætti sem ráðherra. Þá eiginlega flosnaði þetta upp. Þegar Kjartan Jóhannsson kom í sjávarútvegsráðuneytið 78 til 89 hann var í 1,5 ár og svo í framhaldar því Sverrir Hermannsson og svo aftur Halldór Ásgrímsson 84 þegar kvóta 83 þeir voru einmitt þegar kvótakerfið sett á sko og þá byrjar þetta að það kemur svört skýrsla frá Hafró 83 og þá allt í volli og allt að hrynja og menn yrðu að gera eitthvað til að bjarga öllu en
Það var bara sveifla á milli ára, svo hefur alltaf verið. Það var ekki svartan en svo að þetta hrun var þá að vera að veiða 300.000 tonn af þorski. Já. Við höfum verið að fiska yfir 400.000. Já, þetta ár sem við miðuð við, sko. Það sem ég tel að þetta var bara náttúruleg sveifla. Já, bara eins og... Við getum, þarna áttum við bara að sjá að við gætum aldrei skaffað okkur fisk. Skilurðu? Þú getur aldrei garantera fiskinn. Skilurðu? Nei, sjálfsögðu ekki. Að búa til einhverja svarta skýrslu yfir þetta 83. 84 var risastofn hérna. 85 var risastofn. Þetta bara eins og öðrum dýrategundum. Það sem í hafinu eða í loftinu það eru náttúrulega sveiflur. Það eru svona sveiflur. Og þess að þú tekur þetta ekki bara ár frá ári. Þú verður að horfa aðeins yfir lengra tímabil. Alltaf að horfa á þetta í sögulegu tilfelli. En þess vegna sko með þess að ráðgjöfa sé alltaf fara eftir henni sko því að nú búið að fara eftir henni sko upp undir 40 ár. Já. Og enginn, þeir taka ráðgjöfuna bara og enginn bara, það er bara kvittað undir hana og það er ekki spurt, þú veist, akkur er þetta svona mikið eða svona lítið, sko. Já. Það er bara svoleiðis. En svo, ef þessi ráðherrar myndu nú skoða söguna, þegar hún lýgur ekki, bara ýmsaði stofna og segja, býttu, við erum búin að fara eftir ykkur alla þennan tíma, og stofnin er bara minni en þeirra og hann átt að stækka við áttum að vera með akkur ekki veiða meira markmið var að stækka stofnin stækka í öllum tegundum akkur spurði það af hverju er þetta svona en það er bara að segja og með humarinn akkur er hann bara búinn það er bara, þú veist, það komi vísindamenn hérna utan til að skoða humarslóðuna, þið vitið kannski að því og mynda þær það voru erlendir vísindamenn og þeir eru búin að sko mynda humarslóðunum víðan heim náttúrulega í hugunum þeir sagði, hvergi í heiminn höfðu séð humarslóðir jafn illa farnar og hérna við Ísland því að Hafró var að gefa út kvóta löngu eftir að hann var hruninn stofnin. Og þeir notuðu svo kolvitlausa aðferð við að áætla stofnstærðina að það tók ekki einhver tali. Nei. Þá var þið veitir náttúrulega humarinn, hann heldur sér sko neðan botns. Já, hann er bara í hólum. Þannig að það er svolítið erfitt að meta stærðina nema bara slaka niður myndavel, sko. Já, í hólunum. En þá var sem búið að veiða allan humarinn og skrapa, þú veist, botninu ofan á hólunum til að ná restin, sko. Með fóturuppistrollu. Og þeir gáðu, sko, á 2.000 tonn út kvóta þegar hann var búinn. Það var ekkert að veiða, sko. Og það spyr enginn, þú veist, bara... Nei. Og þetta eru vinnubrögð hafrannsóknarstofnunar. Sem tekur þátt í þessu og leggur þetta til. Já, þetta er svolítið mikið svirðið, sko. Nú getur, sko, sonurinn minni að sinni ykkar, þeir geta ekki farið á humartról eða veiða humar í búr eða gildrur eins og við getum allan heim. Þannig að við erum búin að eyðileggja þetta. Það er vonandi verður náðu humarnum aftur og þá bara með því að láta veiðan í gildrur. Já, ég er alveg sammála því. Það er... Ég tók þátt í því þegar maður var að veiða humar að það var náttúrulega fótreipi bara vafið fótreipi á neðan á trollinu og svo settum við drekað keðjur nýþungar á alla miðjuna á fótreipinu til að ná því nógu djöfull mikið onni í drulluna, sko. Akkurat. Til að skafa einmitt botnin. Já, mann bara eftir þegar pókin kom upp að þau verður að halda spúlnum á og þú veist til að sjá í aflan, sko, fyrir drullinni. Já, það var svo mikil drulla, sko, sem kom upp. Og ég man, sko, pabbi var einn af þessum fyrstu sem byrjaði á humarveiðum. Hann kom með baldur, sko, fullan upp að lestalúgu af óslitnum humri. Já. Þá vissu þeir, þú veist, þá var þetta bara að byrja. Það var ekki að vita hvað þetta gera við þessi kvikindi, sko. Nei. Það var bara fullu bátur.
Þá var hann að veiða norðan við eldi. Já, við vorum, þegar ég var þá voru messu eldi í súlunni. Við kölluðum þetta asnaleirin. Já. Já. En sko breyti, þetta er með ólíkindum að stjórnmálamenn skuli ekki lyfta litla putta til að spyrja spurninga, því þeir ber ábyrgðina Jú, en það er bara svo sorglegt það eru svo fáir sem að hafa eitthvað smá humsvit á þessu Þá er bara að spurja, leita sér þekkingar Þeir eru ekki í launin það lága að það sé ekki hægt að hafa eitthvað fyrir lífinu Ertu vissum að það er þori að spurja? Svo er það Nei, það er nefnilega ég var nú að skrifa eina greinina því ég gæti ekki sofið þannig að fjölmiðla ganga Hafrannsóknastofnun eins og þessi vöggustofa má ekki hafa hátt Já, það má ekki segja þeir kvísla já, það má ekki hafa hátt má ekki segja henni Nei. Ég veit ekki hvað það er en þetta er farið að verða svo óðbúsleg Þetta er svo áberandi og það er svo mikið hagsmunabatteri nú eru lífeyrissjóðirnir komnir inn í þetta eiga 37% í Bryn 22% í Eskju eða þarna Skinni hvað heitir hérna á Neskjöpstað Síldavinnslunni segir ekki þannig að þetta er orðið ekkert smá batteri og svo heyrum við viðtöl sem við finnst þá eru að tala félaga sín í Havaró Þetta ánáttir ekki að vera þannig að útgerðamenn eigi að geta talað þann sem ber ábyrgð á auðlindinni sem einhverja félaga sína þetta er það verður að vera eitthvað strikað á milli Já, þeir verða að halda sínu faglegu umfjöllum fiskistofna og allt sem að Hafró er að gera án tengsla við stórútgerðina Já, þeir eiga bara að vera eiland og bara vinna út frá sínum vísindum og ekki að þurfa að vera að þola það þó að sé vera ít í það og biðja á hvort þið get ekki hittað þetta eða eins og sjáum við bara með loðnuna hvað kjafta þeir þetta að vera að gefa út kvótu upp á 8.000 tonn 8.391 eða hvað það var það mun að vera með nákvæm vísindi Já, ég meina þeir veittu á einu skipi kvótan sinn sum fyrirtækjana bara einum túr bara kostuðu 2 eða 3 og þá voru þau búin að ná kvótan Þetta væri æðislegt ef þessi vísindi væri svona nákvæm að það væri bara hægt að gefa út loðnukvóta upp á 1 tonn Já, það er ekki hægt þetta er það er náttúrulega allir það er ekki hægt Nei Og þegar þið vissið að það skildi alltaf eftir 400.000 tonn? Það var vinnubrögð og regla. Já, það var regla. Ef þeir mældu 400.000 tonn, þá mætti veiða það sem væri mælt umfram 400.000 tonni. Já, því þau voru skilin eftir til að rigna í Abrón. Já. Svo fór maður að grafa, veitu, hvernig fundir þessu tölu? Ég var svo vitlaus, ég held að þetta ekki annað í huga fræðingarnir hefur reiknað sig onna á þessu tölu einhvern veginn hvað var margir þorskur og þetta hvað þurfti að geta og bla 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 ég var svo vitlaus, ég held að þetta væri eitthvað vísindalegt Nei, þá kom í ljós að var engin vísindaleg nálgun í þessu þetta var bara slumpað á þetta mætti ekki vera minna upp að hún geti hringt allstaðar og öllum sínum hringningastöðum og hún er ekki étin á leiðinu þetta voru í alvöru frá 79 til 2015 og var þetta svona þetta var bara slumpað á þetta við getum ekki það, við getum slumpað á þetta við getum borga okkur neittir í það þeir hefðu geta alveg þess vegna haft þetta 500.000 eða 300.000 eða hvað sem var Já, bara það sem þau þótti bara svona líklegt að væri nóg en fyrst við erum að tala loðuna þá er þetta aldrei merkilegt að fylgjast með hvernig Norðmenn og Rússar haga sér með loðuna þeir láta veiða lítið af loðunu vegna þess einfaldlega að þeir telja eftir því sem að meira er á loðnu
þá sé það fæða fyrir aðra fisktegundir. Það er bara staðurinn. Ég er búin að lesa fullt af vísindagreinum. Það er allir fiskifræðingar á þessu. Einu sinni sagði Og meira að segja hér. fiskifræðingur á Hafrannsóknastofnun mér að 30-40% af fæðu þorsks á ársgrundvelli væri loðna. Já, það er bara, ég held að það sé bara viðurkenndi stað, bara allt. Já. Ég vil meira á tímabili, sko. Já, sérstaklega þegar hún er að ganga fyrir landinu, þegar stóri vertíðaþorskurinn er að undirbúa sig undir hrygningu, að þá étur hann nánast eingöngu loðnu. Já. Á töluverðum tímabili. Það var bara á sumarvertíðinni fyrir vestan, þegar við vorum með flottrollið. Þetta var alltaf lónufiskur. Já, fullur á loðnu? Já. Það voru ekki stórir drekar eins og þeir eru að fá núna. En það var þessi milliþorskur sem tók gott fráefni. 2-3 kílóa fiskur. Þeir voru alveg kildir á loðnu. Já. En við erum búin að taka ekkert smá magn úr sjónum af loðnu, sko. Nei, þú varst nú með einhverja tölur það í greininni. Já, ég fór að leika mér að reyna því skýtsamilur í starffræði að sko, við erum búin að veiða 35 milljónir tonna úr sjónum. Á hvað mörgum árum? Síðan 1900, þetta er á Hagstofu, þetta er síðan 1900, þetta er á tæpum 30 árum. Tæpum 30 til 23. Já. 500.000 meðaltali á ári, eitthvað svoleiðis. Já, meðaltali, tökum bara, já. En við erum búin að flytja út 248.000 og eitthvað tonn af fristum hrognum. Já. Og ég fór að leika mér að reikna út hvað þessi hrogn, hefðu þau bara fengið að vera í sjónum, sko. Já. og ég leitaði mér mjög víða upplýsinga hverju væri lífslíkur og allt það og mér fannst það allstað svona full háar miðað við það svona, hvað maður að segja, það sem maður svona fannst svona líklega ekki 10-20%, mér fannst alltaf mikið að þeir myndi komast á legg, sko. Það er 2% eitthvað. Þannig að ég notaði bara 1% til að vera alveg í þetta eru tæpa 100 miljón tonn sem það hefði skilað í lífríkið. 1%. Þannig að á þessum árum erum við búin að taka minnstakosti 120 miljón tonn af loðnu og það segir mann enginn að það kom ekki við ykkur staðar. Nei. Því að hún gerir náttúrulega fullt að gagni þó hún sé dauð. Ekki síst þegar við stundum skortveiði á þorski. Já, nákvæmlega. Við stundum skortveiði á þorski. Við erum með yfir sett eins og við sjáum núna og allir þessari veiði sem hvar sem menn fara út á þorsk þá er fiskur. Það er svo stór stofnin sem er fyrir að við erum að gera bæði, við erum að veiða frá þeim lónuna og setja á. Við erum að setja á þorsk. Sama tíma. Þetta fer ekki, þú veist, náttúrulega, já, og svo náttúrulega fleiri tegundir sem lifa á þessu, sko. Allar tegundir. Þetta er eins og einn sagði, þetta er alfa og omega bara í lífríkinu. Já. Þetta er svo neðarlega í fæðukeðinu, sko. Já. En svo við erum voru að segja, ef þetta væri við Miðjarðarhafi, sko, þá væri þetta sögsir, þá gæti þorskurinn getið einhverju gullfiska eða eitthvað sem að því að nóa einhverju smáfiskum þarna. Já. Og þetta er alveg, sko, að það skuli enginn segja, nei, það er alveg með ólíkindum. Svo vera, sko, allt á hvolfið og lifa krókabátum að veiða eitthvað aðeins meira eða minna. Já, það er náttúrulega... Það er eins og vísindin séu svona óðbúslega nákvæm. Það er með ólíkindum. Hvenær haldið að það verði að krókabátar fara að gera einhvern skurk í stoppstærð þorsks hérna við landi? Þeir fara að... Ef það er ekki fiskur hérna, þá veiða þeir hann ekki. Það er nú bara ósku beifað. Sko, ég man eftir því þegar Kristján Ragnarsson, þá framkvæmdastjóri LÍÚ, kom í sjónvarpið, svarthvíta sjónvarpið, bar sig alveg einstaklega illa. Hann var náttúrulega alveg snillingur. Hann var alveg galdragripur. Og að sko umræðurnar eftir þetta, hann var að segja það að það væri ekki
verðt að nota kvótakerfið og svo fengju einhverjir að veiða svona mikið umfram. Það voru bátarnir. Já, átta með litlu trillurnar. Að þær væru að skekkja myndina. Og ég man bara viðkvæðið hjá okkur út á sjó, skipstjórunum, þetta komst í hámæli hvað hann hafði verið að leggja til, að setja kvóta á trillurnar, að við sögðum bara ef að trillurnar get ekki fengið að veiða með sínu krókum, þá getum við loka búllunni og við getum allir bara farið. Skilurðu? Já, það var ekki, þannig sáum við vorum það út að sjó allan tíman. Ef að það var ekki nóg til þess að smábátar gætu brauðfætt sig, þá var þetta búið. Skilurðu? En þetta var bara til þess að fullnægja kröfu bankastjóra ríkisbankana að geta veðsett kvótan. Þeir settu þessi skilyrði að við ætti að taka veð í kvótanum á skipunum, þá yrði allur fiskur að vera í kvótan. Það mætti ekki vera það yrði að búa til markaðsverð á kvóta. Skilið, það var náttúrulega ómögulegt að allt í henni kæmi einhverju sporðar inn á markaðin sem væri ekki rétt verðsettir. Þetta báru þeir fyrir sér og þau komast upp með það. Já, og ekki nóg með það. Heldur eru þeir búin að setja inn í kvótakerfið skráp sandkóla. Sandkóla? Já, sandkóla er nýjasta. Hann er komin í kvóta. Engar vísindalega rannsóknir að baki það, Nei, það Sam er með sæbjúu, beitukonginn, ígulkerinn. Engar rannsóknir. Slíra og Akkur settir ekki hörpu skilina í kvóta? Þeir eru ekki fljótt lengi að klára hana eftir kvóta? Heldurðu? Nei, þetta er allt gert ekki með það í huga að friða. Þetta hefur ekkert með stjórnfiskveiði að gera, ekki neitt. Núna gengur þetta bara út á kvótasetningu. Út á kvótasetningu og annað að menn geta notað þetta í tegunda tilfærslu. Skiptimynd, þetta er bara orðin skiptimynd. Þetta er svolítið fyndið, hérna poppar upp að við erum að tala um ráðgjöfun og þetta. Hér er hörpudiskur, hér er ráðgjöf frá Hafró, 84, 14.100 tonn. Náttúrulega ráðgjöfun er sett með þegar leiðiljósi að halda stofnunum að minnstakosti jafn stórum. Og helst að láta stækka. Svo er ráðgjöfun aftur 2024, 40 ára setna, 75 tonn. Það tók því alltaf að gefa hann út. Já, en þetta er árangur og þess vegna eru þessi gögn sem þú ert með í höndunum og ert að opinbera og segja frá í greinum, þá skildi maður ætla að þeir sem hefðu áhuga á hvernig þessu framvindur árangurinn af Hafrannsóknastofnun, að hann lægi ljós fyrir að þetta er ekki að ganga upp með óbreyttu sniði. Hann liggur fyrir. Já. Það getur hvaða jólasveiti sem kann að lesa og svona leggja svona 2+2, bara farið í málið og séð hvað er í gangi. Alveg rétt. Og finnst bara virkilega eins og ég segi, ég klínus alltaf á þá sem við kjósum til að sjá okkar mál. Finnst þetta bara í lagi? Ef við halda áfram næstu 40 árin alveg eins? Já, þá bara klárum við sennilega alla fiskistofnana. Utanríkisráðherra sagði bara núna fyrir stuttu, það verður ekkert hróflað við kvótakerfinu. Já, ég heyrði það. Skilur, hvernig getur einhver sagt svona? Það er alveg sama hvað gengur á, hversu illa þetta skilar þjóðinni, að það á ekki einu svona líta í áttina til þess að breyta þessu og fara að vilja meiri hluta þjóðarinnar.
Já, skiptir hann engu máli lengur? Nei, það eru 70-80% af þjóðinni sem vill breyta þessu og vill sjá breytingar. En það er ekki farið eftir því. Hagsmunir afla sem eru handhafar kvótans, og ég er nú alltaf að staglast á því að 1 tonn af þorski, ef þú ætlar að kaupa það, veiðiréttin af því, þá kostar það 7,5 miljón. Já, sæll. Það er 7,5 miljón. Það er að kaupa 10 tonn. Þá er það að tala bara um leigu. Þetta er bara leigu, nei. Þetta er þú kaupir hann varanlegar. Þegar þú farið varanlegar veiði frá öðrum aðila sem er með varanlegar. En ef þú leigir hann innan ársins, þá borgaru ríkinu 28 krónur fyrir hann, en þú getur snúið við og leigt helmingina af kvótanu sem þeir eru úthlutað. Ef það eru 100 tonn, þá getur þú leigt frá því 50 tonn og þá er leiguverðið eins og það er í dag minnstakosti 500 krónur pluss 28 krónurnar sem þú áttir að borga ríkinu. Þetta eru staðreyndir og svona eru hlutirnir, og er hægt að segja bara við almenning, nei, við ætlum ekki að breyta þessu. Þannig er ríkið beinlinis að tapa fúlgum fjár, sko. Landssamband smábátaeigenda var að gera tilboð í 10.000 tonna þorski og þeir vilja borga 100 krónur fyrir kílóið pluss veiðigjaldi upp á 28 krónur. Og þeir eru tilbúinir að gera þetta. Þeim er ekki svarað ennþá. Það má ekki svara þeim. Það má alls ekki sýna þjóðinni það að það er hægt að fá meiri peninga fyrir svo utan það að stjórnvöld ættu náttúrulega að setja bara einfallega lög um það að allur fiskur er settur inn á fiskmarkað og þá fengjum við rétt verð. Smábátar á síðasta ári voru með meðalverð fyrir óslæðan þorsk 500 krónur tæpar, en skip sem er að koma með slægðan fisk að landi búið að reynsórunum inneflin, að þau eru að borga sínum áhöfnum 320 til 350 krónur. Skiptaverð. Til skipta. Brúttóverð. Og það er svo að taka skiptaverð 30% af skiptunum. Þannig að sko við horfum á þessar gjörninga og fólk er ekkert að vakna upp við það. Þetta sé nú kannski ekki alveg eðlilegt og þyrfti nú að skoða þetta eitthvað betur. Hvernig stendur á þessu? Þetta er ríkið í rauninni að tapa verulegum fjárhæðum. Okkur vantar peninga í vegaframkvæmdir, heilsugæslu, menntamál og hvað sem er í þjóðfélaginu. Og þarna eru peningar sem hægt væri að sækja. Bara með heilbrigðri skynsemi. Og þegar ég var að tala um aflaverðmæti á stóru skipunum og stóru útgerðarfyrirtækjunum, þá eru þeir að borga veiðigjald af hluta útgerðarinnar, ekki af heildarveltu fyrirtækisins. Og eftir því sem að þeir ná að hafa fiskverði lægra upp úr sjó, þá borga þeir lægri veiðigjald. Ef þeir væru með 50% hærra fiskverð til sjálfsins, þá myndi útgerðin standa betur. En stæðsti liðurinn sem myndi skipta þjóðina máli væri að forsenda fyrir veiðilega gjöldum myndi hækka um 40-50%. Og þar alveg er þetta að tala um ekki 10 milljarða í veiðigjöld eins og hugsanlegt er að verði á þessu ári, heldur 20. Bara út af þessu, fyrir svo utan það að hærra útsvar sjómanna myndi hækka 40% fyrir öll sveitafélög sem eiga sjómenn og þeir eru út all land, þó meiri segja Hveragerði og Selfossi og þó að það sé ekki hafnir, að þá eru sjómenn þar líka til.
Hvolsvelli og Hellu og nefndu það. Þetta var svolítið sérstakt að þarna í hruninu skildi útgerðin komast upp með að lækka skiptaprósentunum 30%. Eða sem sé, taka 30% fyrir skipti. Því að það er náttúrulega stór minkar útsvar allstaðar. Já, leið og skiptaverð var lækkað en það náttúrulega var löngu komið fyrir hrun. Nei, það skeið í hruninu. Nei, þetta er miklu fyrr sem það var komið. 30%? Já. Nei. Ég held að það hefði... Þetta verður alltaf rosa snúið held ég að þetta kvótakerfi er náttúrulega alveg, ég meina þetta er eiginlega rifrildi, það hefur verið. Jú, en það eru bara varðhundarnir þeir ríku sem að hafa og fengu upp að við gjafa kvóta. Eru barornir ríkari og öflugri. Það virkaði bara eins og snjóbolti hjá þeim. Þeir gátu veðsett veiðiheimildina sínar og keypt meiri kvóta og sankað að sér kvótum. Ekki var verra að vera með flokkskirtinni upp á Framsókn eða Sjálfstæðisflokk og þar að leiðandi duttu til dæmis flestir kratar út úr útgerð fljótlega eftir að kvótakerfið var komið á og fleiri og þetta fór alltaf á færri hendur eignarhald á veiðiheimildum. Ég hef svona séð fyrir mér að taka svona út fyrir sviga þetta er ekki nema 10-20 aðilar sem eiga meira meina allan kvotan. Já. Og að taka hann hreinlega bara út fyrir sviga allan þeir sem að ég held með botnfiskkvotan og svoleiðis, ég held að uppsjávarkvotin það sé bara allt annað mál því að staðan getur verið bara miklu verri heldur en hún virðist vera eða vonandi er hún mikið betri en taka þetta bara út fyrir sviga og endur skoða fiskveiðistjórnarkerfið, ráðgjöfun og þetta því að ég held sko að kvótinn hann verður ekki minni en hann er í dag. Hann getur alltaf verið minni að þeir fái bara að halda sínu eins og þetta er og síðan er kerfið bara skoðað og það er breytingar sem verða og ef hægt verður að auka aflamark í þessum tegundum öllum að það verður þá notað í nýsköp og í nýja aðila en þeir haldi bara sínu en fá ekki sjálfkrafa bara áskrift af auknum heimildum. Nei, en þeir eru alltaf að ásælast í meira og meira í þorskígildum. Já. En það væri hægt að gera það fyrir það ef þetta tekið upp aftur. Það er hægt að gera svo margt en ég hefði einfaldlega vilja bara breyta þessu þó ég teki 4-5 ári í það að breyta þessu úr kvótakerfi í sóknadaga. Já. Og þess vegna að menn myndu leigja sóknadaga á eitthvað X. Það er alveg hægt. Já. En bara að leigan sé borguð við löndur. Bara leið og landar. Svo allir sittir við sama borg. Þannig að það þurfur ekki að vera að borga eitthvað fyrir fram með að láta bankastjóra ráða. Nei, það þarf alls ekki að vera svoleiðis. Skil það vel sko. Ég held bara leiðin að réttlætinu sé alveg rosalega torsótt eins og staðan í dag. Hún er það. Og þetta er orðin svo þann hagsmunaöfl sem er við að eiga. Þeir eru með bötana og ítökin allstaðar. Nú eru lífeyrissjóðirnir komin inn í þetta líka. Og náttúrulega bankarnir, það segir sér sjálft. Já. Og pólitíkusar, ég held að eigi sér lítils gegn svona öflum nema að setja lög. Það eru fáir sem treysta sér til að fara í þennan fæting og þennan slag sem í rauninni þarf að fara í til þess að breyta þessu. Það finnst manni alveg með ólíðin. Já, það er bara einfaldlega á meðan að þú ert eitthvað að hrófla við þessum hákollum sem að eiga þetta að þeirra eigin mati. Þetta er sameign þjóðarinnar. Fiskurinn í sjónum er
sameign þjóðarinnar. Já. Og það stendur í 1. grein laga fiskveiðistjórnar kerfisins að þetta sameign þjóðarinnar og myndar aldrei eignarrétt. En Nei. þeir umgangast þetta eins og einkarétt. Já, og gera það og kannski... Og braska skilja með það sem slíkt. En ég skil ekki okkar kjörnum fulltrúar að skuli ekki hafa bein í nefinu. Við hvað eru þið svona hræddir við að standa á því sem rétt gagnvart þjóðinni? Þeir eru hræddir við spillinguna sem nær alla leið inn í dómskerfið. Þeir get ekki treyst dómurum lengur. Þeir get ekki, eitt sagði við okkur hérna, hvar ætlaði að fá lögfræðingar til að verja ríkið? Já, Skilur, góða punktur. Í kjölfarið á því, þá ringir maður sem hafði verið að horfa hérna á þáttinn og hann ringir í mig og segir mér að það sé maður innan menntastjættarinnar sem sjáum það að gera nákvæmlega sama og gert hefur verið í 30 ár í kringu kvótakerfið að hóta mönnum afkomuofbeldi. Farið þeir þessa leið, segið þeir þetta, látið þeir frá sér fara einhverja greinar eða eitthvað, þá skulle gleyma því að hafa lifibrauð á Íslandi í sinni grein. Þetta sagði hann mér. Þessa sömu áminningu tek ég fyrir einn af okkar færustu blaðamönnum, bara nokkrum dögum seinna, og hann segir, þetta bara svona. Hann vissi nákvæmlega hvernig þetta var. Hann sagði, þetta bara svona, Óli. Já, við erum stundum svolítið Það seglusir. þorir engin akta. Nei. Spillingin svo hrikaleg hérna. Og þið sjáið þennan mikla gróða sem núna, það bara að segja eins og við höfum heyrt, hvað kostar maðurinn? Já. Já. Nei, Þetta eins og Sopranos. Já, það má líka þessu við ýmislegt, en málið að þetta byggist alltaf upp á gjafakvótanum sem kom í upphafi. Já. Og þegar að menn byrjuðu að veðsetja kvótan sem þeir höfðu fengið 84, þeir byrja að veðsetja 91 eða 90. Þeir máttu framselja að þá og hinir að fara að selja og svo hjálpuðu bankarnir til við þennan gjörning. Auðvitað vildu þeir hann Jón sem var í helvítis brasi og leiðindu með sína útgerð að við vildum frekar að einhver stór og sterkur og stæðilegur tækjan yfir. Betra fyrir bankan, betra fyrir... Já, bara það. En það var ekkert verið að pæla í sveitafélagi litla sem viðkomandi aðili var frá. Þó að hann misti atvinnu fyrir 10-15 manns eða 20. Eitthvað, það var aukaðri. Nei. Bara að hugsa hvað var best fyrir bankan og þann sem fekk kvótan. Hann græddi bara meira. En það náttúrulega ekki eftir að láta þetta bara reka svona reiðunum eins og þetta núna. Nei, það alveg. En þið bara, þið sjáum bara í hendi ykkur sjálf, með þess að veiðir ágjöf, að það þýðir, það er búið að hjakka í sama hjólfarin í 40 ár og við fyrir bara aftur og bak. Þetta eru 6-7 árgangar frá fæðingu til dauða. Ég meina það. Já. Hjá þorskinum. Sem kannski 7-8 eða 10 ára elstu fiskarnir en margir deyja ungir. Já, en þetta svo tími sem þú hafa til að byggja upp stofnin. Fleiri árgangar. Já. Já, stjórnmálamenn að fá áminningar
bara þessa grein þín stórkostlegar upplýsingar og síðan þessi loðnuvertíð þessi 8.000 tonn sem voru gefin sem náttúrulega bara brandari þetta bara brandari skilur og ég held að sjáu þetta allir við höfum bátana sem eru með minnsta kvóta núna í nokkur ár en það er landburður af fiski allstaðar þeir þurfa að flýja þorskin hvað ætla að láta þetta ganga svona lengi bara út af því að það eru hótanir í gangi hvað ætla að byrja að fara að vilja þjóðarinnar meiri hluti þjóðarinnar er á móti þessu kerfi þetta er bara óréttlátt og spilling í þessu já, það er það sem að við höfum verið að benda á margir til margra ára og fólki sem er að átta sig á þessum hlutum er að vaksa fiskunum hrygg, það er að átta sig á hlutunum en hvort að það sé við ofur efla etja, það heit maður ekki átta maður sig ekki Nei, mér finnst bara að það er básun allan heim að við séum að selja fisk sem er veittur eftir ströngum vísindalegum leiðum, sjálfbærum fiskistofnum og allt það. En svo þegar grannt er að gáð, þá er það bara hauga lígi, sko. Já. Það getur vel verið að sé einn stopp sem heldur í farinu og horfinu segi og svoleið, sko. En yfir höfuð, sko, þorstofnin hefur minkað. Karfastofnin? Já. Og sko afli minkaðum helming allir karfastofnarnir það var eins og að ég hætti sem farið sömuleið svo er bara að læðast amman svo grunur að þetta er svo stöðu ráðgjöf í þorskinum að þetta sé bara ákveða að þetta eigi bara að vera svona vil ég halda þessu svona vil ég bara halda þessu svona það var ósk formans LIU sem var eða framkvæmdastjóri á sínum tíma að yrði stöðugur afli. Það var ekki sagt hvað það ætti að vera mörg tonn eða hvað mikið magn, en aðalatriði væri, aflinn væri stöðugur og þeir vissu hvað þeir fengi að veiða á hverju ári. Það væri ekki rokkandi. En svo tala menn fyrirsjáanleika í sjávarútvi. Það hefur náttúrulega aldrei verið, það er bara tíðafarið og fiskgengd og náttúran og allt. Ef þú setur upp sjoppu á Íslandi, þá hefur engan fyrirsjáanleika. Ef þú ert í atvinnurekstri á Íslandi, hvaða atvinnugrein sem þú ert í, þú hefur ekkert fyrirsjáanleika. Þú þarft að vera duglegur í fyrsta lagi sjálfur og útsjónarsamur og séður hvernig þú gerir hlutina, hvort þú fær fólk til í þín eða ekki. Sama og alveg við útgerðamenn. En þeir eru með ríkisstyrk sem heitir gjafakvótakerfi og hafa byggt á því og það er ekki annað heldur en einokun á ríkisstyrk. Þeir hafa geta hlaðið á snjóboltan allar götur, þeir sem hafa verið útsjónasamir og séðir í þessu og eru í dag íslenskir auðkýfingar. Og hvað hann var svo að halda? Er þá Hafró bara með hún er með einokuna stöðu fyrir að hafa rétt fyrir sig. Já. Þú sérðu Jón Kristjánsson og hans baráttu. Já, hann er nú bara útrópaður og leiðaður nokkla munni, sko. Ég er að segja það, svona er þetta. Þú er aldrei komið á sjó eða eitthvað svona? Nei. Þú ert vatnafræðingur. Ég meina Nei, þetta er það sem að menn sem að voga sér það að opna túllan og gagnrýna þessar stofnanir eins og Hafró og sérstaklega Hafró að þá ertu bara útrópaður. Já, mér finnst þetta opbóðslega sorglegt, sko. Maður trúi alltaf að menn sé að vinna þarna undir þessi sem vísindamenn að sé haft einhver svona ár. Svo þegar menn hætta hjá Hafró þá er einn og einn sem treysti til að opna munnina og segja hvað honum finnst. En þeir gera það ekki fyrir þeir eru hættir.
En það hefur við líka tekið eftir í sambandi við sjávarútveg. Menn eru ekki að tala fiskveiðistjórnarkerfið eða hafrannsóknastofnunina neitt á meðan þeir eru fastir í plássi. Eða veiðieftirlitsmenn. Nei. Það eru að ljóta sögurnar af þeim. Já, það er Ég veit eitt sem hætti eftir 10 ár. Já. Sótti svo starf sem hérna hjá Höfn. Já. Skulum ekki segja hvað það var. Nei. En hann var náttúrulega svo langhæfasti til að sinna jobbinu. Já. Hann var rekinn eftir innan við 2 mánuði. Já. Að því að það hringdi maður sem átti stæðst útgjörun í plássinu og sagði að skipi myndi ekki landa þarna ef þessi maður yrði starfsmaður á höfninu. Já. Að því hann spilaði ekki eftir kerfun, sko, að því hann var ekki tilbúin að taka þátt í að gera þetta. Þetta er bara sönn saga. Já. Nú ég hef bara mína sögu bara núna nýlega, þannig að þegar ég var á þessum báti í Breiðafirðinum, að mér tókst að breyta svolítið sóknaraðferðinni og ég var bara í hálfsdagsvinnu þannig að séð, ég vann eina viku og frí aðra viku, en það ókst aflinn helming. Sem gerði það að verkum að þessi ellilífeyrisþegi var komið með 1 milljón á mánuði útborgað. Þá byrjaði að koma hringingar. Heyrðu, hafið ekki hlustað á hvað hann er að segja á Facebookinni? Hann er svo orðljótur. Já, ok, ég skal glátt. Og svo var borðið á mig að ég væri svona orðljótur. Og ég var beðin að vera ekki svona orðljótur. Allt í lagi, sagði ég, ekkert mál og ég hélt bara áfram að veiða og nokkrum vikum seinna, heyrðu, hann sendi 14 posta sama daginn á Facebook. Já. Og þannig var ég rekinn. Já. Þrátt fyrir að vera búin að tvöfalda veiðin á bátinn. Já. Aflinn skiptir ekki máli þegar svona er. Og þetta eru bara allt og margar svona sögur. Já, ég þekki margar svona sögur og það eru margir búin að hafa samband við mig. Menn í skólum og allt sem hafa verið að skrifa greinar. Já. En strákar, við erum klukkutíminn okkar í búinn. Já, fljótilega. Og ég þakka ykkur fyrir komuna og vonandi verður eitthvað hlustað á þig, Björn, og við skulum vona að Facebook slökkva ekki á Óla. Takk ykkur fyrir. Takk fyrir lesun.